Það verður sigur í virkilega skemmtilegum hörkuleik á móti Tindastól hér í kvöld. Hvað segir þið þennan, finnst þér? Bara spilum hörku varnarleik allt kvöld og svo þegar skotið fór að detta þá náðu að búa til smá buffer í lokamínúturnar. Og bara leikur á móti hörkuleikur og við bara vissum að þetta eru hörkuleikur og kannski og vissum hvað þeir var að fara að gera, en við kannski verðum að finna aðeins betri lausnir og hitta betur. Fyrst á 8. sæti að mætast til deildarmeistararnir þegar að koma inn í 8. sæti. Tindastóll er varla 8. sæti lið samt. Þeir eru virkilega vel mannaðir, ekki? Jú, en hvaða lið eru 8. sæti lið í þessari deild? Þannig að það eru öll lið í þessari úrslitakeppni vel mönnuð. Það eru öll lið að reyna að sækjast eftir í saman. Og við vitum það. Við vitum að við erum að fara í hörku seríu hérna. Þeir eru ekkert að fara að bakka út af því að þeir eru í 8. sæti og við erum í deildarmeistarar. Ef það myndi vera svoleiðis, þá myndum við ekkert þurfa að spila þessu úrslitakeppni. Og við vitum hvað fyrir hvað við stöndum og mér fannst við gera það í dag. Margt skemmtilegt í þessu leik, kannski eitt af helstu kannski varnarleikur ykkur á Nick Tomsik og hljótið að fara sáttir frá borðið með að ná að halda honum stigalausum á vellinum allan í dag. Var eitthvað sérstakt sem þið lögðu upp með að reyna að stoppa þann frábæra sóknarmann? Ég meina, við erum bara með hörku leikmenn á sem vita hvað er að gera og vita hvernig á að spila vörn á. Og kannski með líka smá stærð á hann, en við vitum að hann verður ekkert núll af hvað mikið utan á velli í þessari seríu, hann eftir að setja skot, en við erum bara að leggja áherslu á það að þau skot séu eins erfið og mögulega geta. Siki í næsta leik, Stólarnir tækifæri á að jafna seríuna á sterkum heimavelli í Skagafirðinum. Hvað þurfum þið að gera til þess að ná í sigurmark? Bara að halda áfram að gera það sama og við vorum að gera í dag. Við erum að finna opnaðinu sem við viljum fá og skoti sem við viljum fá og svo erum við að stoppa kannski þá helstu pósta fyrir utan kannski Flennard var að fá ómikið af opnum millifæri skotum að mínum mati. Maður þarf að gefa upp eitthvað, en það er kannski eitthvað sem við þurfum að skoða líka og svo líka á Jaka. Jaka var mjög góður í dag. Engin úrslitakeppni í fyrra. Hversu gleðilegt er það að geta byrjað núna eftir 2 ára fjárvöld? Bara æðislegt. Við erum og þessi hópur sem er búinn að vera sami kjarni í fyrra og núna. Við erum búin að bíða eftir þessu síðan í fyrra. Þannig að við vorum að tala um fyrir leikinn að loksins er komið aðeins og við getum að hafa líka með það í huga að njóta þess að fá að spila í úrslitakeppni og fyrir svona stuðning og svona leikinn. Frábært. Takk fyrir.